Já, komið sæl. Við höfum hérna lagði fyrir austanland sem hefur verið að valda þessari miklu úrkomi hérna á norðausturlandi og síðan höfum við hins vegar hæð yfir Grænlandi og saman hafa þessi tvö kerfi verið að búa til ansi hvassa norðaustanátt hjá okkur. En svona þegar það kemur fram morgundaginn þá verður þetta nú svona allt saman að mestu gengi niður og hæðin hún fer nú svona smátt og smátt að auka áhrif sín og það má búast við að hún svona ráði mestu um veðrið hjá okkur helgina. En ef við lítum á hitasviðið þá kalt loft í framrás sem fylgir þessari norðanátt og því má nú búast við að það kólni eitthvað hjá okkur áfram og hitastig verður nú svona víða nálægt frostmarkinu þannig að það frystir inn til fjalla og þar má búast við því að ofankoma verði á formi snjókomu. En þróunin næsta sólarhringinn svo að þetta úrkomukerfi það mun nú svona smátt færi sig á suðurabóginni í kvöld og nótt og byrja að eyðast. Þessi hvassa norðaustanátt sem hefur verið vestan til á landinu, hún mun nú verða í gangi fram eftir nóttu en síðan svona með morgninum að fer nú svona smá saman að draga úr vindinum og þá má nú gera ráð fyrir því að svona seinni partinn verði þetta nú svona orðið kaldi eða stinningskaldi. Það verður nú áfram einhver væta hérna norðan og austanvert landið og það verður nú svona í miklu minna mæli heldur en hefur verið í dag en besta veðrið verður nú væntanlega hérna á Suðurlandi þar sem að vindin verður minnstur og þar sést væntanlega mestu sólar og hitinn verður líka einnig hæstur svona í kringum 10 stig en annars má búast við svona kannski 3-4 stiga hitinn landið norðanvert á morgun. Nú síðan áfram annað kvöld að þá fer nú að draga úr vindi enn frekar og vindáttin verður svona meira norðlæg, það verður þá væntanlega fer nú að frysta víða en síðan svona þegar kemur fram á laugardaginn það má nú búast við að austanáttin fari nú svona aðeins að taka við sér og það verður svona ákveðin austanátt hérna við suður og vesturströndina en hún verður nú ekkert mjög hvöss og eins má nú búast við því að það verður nú svona nokkuð bjart veður á öllu landinu og lítil úrkoma. Síðan áfram á laugardagskvöldið að þá verður nú þessi norðanátt úr sögunni en það lægð sem svona fikrar sig hérna upp með vesturströndinni og skil frá henni og þessi skil að þau eiga nú svona að koma upp að vesturströndinni. Það nú svolítið óvissa hvort að þau ná inn á landið ekki þannig að eins og spánar í dag það nú gert ráð fyrir því að það verður þurrt vestanlands en það þarf ekki mikið að breytast til þessi skilin koma inn og þá verður nú væntanlega einhver væta vestanvert landið. En austan til aftur á móti gert ráð fyrir því að það verður bara nokkuð bjart og það má gera ráð fyrir því að það verður áfram svona fremur svalt í veðri, frost hérna landið norðanvert en það verður svona 5-6 stiga hiti hérna í sunnanáttinni vestanlands. Nú síðan áfram nótt mánudagsins gert ráð fyrir því að þessi skil mun svona fara að eyðast hægt og rólega og síðan fyrir vindur að hægt og rólega snúast til austanáttar. Við sjáum að það að koma hérna inn á kortið til okkar ný lægð. Þannig reyndar ekki gert ráð fyrir því að hún mun nú hafa nein áhrif hjá okkur á mánudeginum en þannig að það ætti nú að verða þurrt landið norðanvert, landið vestanvert, sunnan og vestanvert en síðan skulum við nú sjá til hvað þessi lægð gerir í framhaldinu. En ef við endum þetta þá á korti morgundagsins að þá nú eins og segið, þá nú úrkoman svona mun draga úr henni í nótt og á morgun verður svona lítilsháttar úrkoma norðan og austanlands og eins mun þessi hvassa norðaustanátt vestan til landinu þá hún mun endast eitthvað fram á nóttina en síðan fer að draga úr henni þegar líður á morgundaginn. En við skulum láta þetta duga, verið í bili, verið sæl.